verið að segja það okkar milli við Hjalti, sko, að við erum bara sátt ef það eru 7. Já, við erum tvöfalt sátt í dag. Þannig að já, konur sem viðfangsefni í guðfræði Lúthers og þáttakendur í siðbót hans. Það er viðfangsefnið sem ég hef valið mér hér í dag. Og það er svo sannarlega ekki skortur á efni þegar kemur að rannsóknum á guðfræði Lúthers og siðbótarhreyfingu hans. En þó er ekki hægt að segja að öllum viðfangsefnum hafi verið gert jafnt hátt undir höfði. Þannig hefur rannsóknum á afstöðu Lúthers til kvenna og þátttöku kvenna í siðbót Lúthers verið tilfinnanlega ábótavant allt fram á þennan dag. Ástæðan er sannarlega ekki sú að Lúther hafi ekki skrifað konur og efni sem tengdust konum. Á 16. öldinni var mikið rætt eðli kvenna, hvort sem þær voru taldar góðar eða illar, hvort þær væru skynsamar eða létu fyrst og fremst stjórnast af tilfinningum sínum og svo framvegis. Lúther tók þátt í þessum umræðum og skrifaði umtalsvert konur og málefni sem tengdust konum, til dæmis hjónabandið, fjölskylduna og kynlífið. Þessi skrif er að finna í öllum tegundum af ritum Lúthers, eins og ritskýringarritum, predikunum, fyrirlestrum, bréfum og borðræðum, jafnt í textum sem ritaðir voru á latínu og þýsku. Konur sem tóku þátt í siðbótinni á 16. öld hafa mestu leyti verið óþekktar í siðbótarsögunni. Frumheimildir þær voru á skornum skammti sem og rannsóknir á þátttöku þeirra. Þegar bækur Roland Bentons konur og siðbótina komu og Wisner Hans, Luther on Women, a Source Book frá 2003 er ómetanlegt stuðningsrit fyrir alla þá sem leggja stund á rannsóknir á skrifum Luthers konur og málefni sem tengjast konum. Þessi og önnur skyld rit sem hafa komið út á síðustu áratugum bera vitni vaxandi áhuga á rannsóknarspurningum sem tengjast konum og siðbót og áhrifum siðbótarinnar á líf kvenna síðustu 500 árin. Þrátt fyrir þau rit sem hér hafa verið nefnd og önnur sem komið hafa út konur og siðbótina á síðustu árum eru upplýsingarnar enn mjög takmarkaðar þátttöku kvenna í siðbótarhreyfingunni frá upphafi. Vitað er að andstæðingar Lúthers hefðu áhyggjur af því hvað hugmyndir hans hinn almenna prestdóm myndi hugsanlega hafa í för með sér. Og þær konur sem gripu tækifærið og tóku virkan þátt í siðbótarhreyfingunni kölluðu á sterk viðbrögð þeirra sem ekki gátu sætt sig við að konur beittu sér opinberlega í þágu fagnaðarerindisins. Í þessum fyrirlestri mun ég kynna fulltrúa þessara kvenna og skoða sögu þeirra út frá guðfræði Lúthers, meðal annars hugmynda hans konur. En áður en ég held áfram er mikilvægt að taka það fram, svo að það fari ekki á milli mála, að það er fátt sem bendir til þess að Lúther hafi verið róttækur í afstöðu sinni til kvenna eða hugmyndum sínum kveneðli. Þvert á móti var hann mjög hefðbundinn í afstöðu sinni og í meginatriðum sammála samtímamönnum sínum konur
og eðli kvenna á 16. öldinni. Það er til dæmis niðurstaða Kirsi Stjerne í bók hennar konurnar og siðbótina að afstaða til kynjanna og kynjahlutverka hafi breyst mjög lítið með siðbótinni. Stjerne bendir ennfremur á að jafnvel hugmyndin hinn almenna prestdóm sem hefði getað leitt til aukins jafnréttis kynjanna hafi verið túlkuð út frá afgerandi kynjaslagsíðu eða an unmistakable gender bias, eins og hún orðar það. Það er mat Stjerne að það sem í raun og veru var róttækt við siðbótarhugmyndir Lúthers var höfnun hans á klausturlífi og hugmyndir hjónabandið sem trúarlega köllun. En þegar búið var að loka klaustrunum þá var leið búið að taka frá konum þann möguleika að geta valið eitthvað annað en að ganga í hjónaband. Að fara í klaustur var vissulega valmöguleiki sem aðeins hafði staðið ákveðnum hópi kvenna til boða, en þær sem gátu nýtt sér hann fengu tækifæri til að gera það sem konur almennt gátu ekki gert. Það er að hlúa að andlegum þroska, njóta menntunar og sinna skriftum. Guðfræðilegar forsendur siðbótar Lúthers á 16. öldinni áttu eftir að skipta miklu máli þegar breytt hlutverk kvenna innan lútherskrar kirkju á 20. öldinni. Þetta á meðal annars við gagnrýni Lúthers og sakramentiskerfi Rómarkirkjunnar og hugmynd hans hinn almenna prestdóm. Að baki hugmynda Lúthers prestdóm allra skýrðra er sá skilningur sem hann lagði í köllunina eða vocatio. Lúther var sannfærður að Guð kallaði sérhvern einstakling til trúar í gegnum það hlutverk sem hún eða hann gegndi í hinu daglega lífi, óháð eðli hlutverksins. Þar sem hin andlegu hlutverk væru að engu leyti verðmætari eða mikilvægari heldur en starf bóndans út á akrinum eða húsmóðurinnar á heimilinu. Með þessari skoðun sinni lagði Lúther grunninn að mikilvægri endurskoðun á gildi veraldlegra starfa, þar með talin hefðbundin störf konunnar sem var löng hefð fyrir að telja minna virði frammi fyrir Guði, heldur en störf þeirra sem eyddu ævinni innan klausturveggja. Lúther setur þessa hugsun meðal annars fram í riti sínu Babýlonarherleiðingu kirkjunnar sem hann skrifaði og kom út árið 1520. Og þar segir hann: Þess vegna ráðlegg ég engum að ganga í klaustur eða gerast prestur. Já, ég ráðlegg í raun öllum að gera það ekki, nema að hann hafi fyrst verið varaður við og geri sér grein fyrir því að í augum Guðs eru verk munka og presta, hversu heilög og erfið sem þau kunna vera, á engan hátt frábrugðin fábrotnum störfum bóndans út á akrinum eða húsverkum konunnar, heldur eru öll verk metin hjá Guði út frá trúnni einni saman. Jafnvel lítilmótlegustu húsverkin sem unnin eru af þjónum eða þjónustustúlkum í mörgum tilvikum Guði þóknanlegri heldur en allar föstur og önnur verk munksins eða prestsins. Tilvitnun lýkur. Engu að síður var Lúther ekki á því að gera neinar breytingar þegar kom að prestsvígslunni. Að hans mati var hið vígða embætti aðeins fyrir karlmenn. Þetta kemur meðal annars fram í prédikun sem hann flutti út frá texta fyrstu Mósebókar árið 1527, en þar tekur hann svona til orða. Páll postuli kennir að karlinum treyst fyrir prédikuninni en ekki konunni. Að vísu getur það stundum gerst að kona gefi betri ráð, eins og við sjáum stundum í ritningunni, en þar fyrir utan það karlmannsins að leiða, prédika og kenna Guðs orð. Og þegar Lúther skrifaði eðli og hlutverk kirkjunnar í riti sínu kirkjuþingin og kirkjuna árið 1539, hafði hann þetta að segja konur og vígða þjónustu. Það engu að síður sagt að heilagur andi hefur undanskilið konur, börn og vanhæfa einstaklinga frá því að sinna þessu hlutverki.
og valið nema í neyðartilfellum aðeins hæfa karlmenn, eða eins og segir víða í bréfum Páls að biskup skuli vera guðhræddur, færum að kenna og húsbóndi konu sinnar. Og í 14. kafla fyrra Korinthubréfs segir Páll að konur skuli þegja á safnaðarsamkomum. Í stuttu máli sagt þá verður þetta að vera hæfur karlmaður og sérstaklega útvalinn. Börn, konur og aðrir einstaklingar eru ekki færum að gegna þessu hlutverki, jafnvel þó að þau geti heyrt Guðs orð, tekið skírn, meðtekið altarisakramentið og syndaaflaust og séu einnig heilagt og samkristið fólk. Náttúran og sköpun Guðs gera einnig slíkan greinarmun með því að gera ekki ráð fyrir því að konur og ennþá síður börn og fávitar geti eða skuli gegna stjórnunarstöðum eins og reynslan líka styður. Og Móses segir í 3. kafla 1. Mósebókar, en hann skal drottna yfir þér. Því fagnaðarerindi fellir ekki úr gildi lögmál náttúrunnar, heldur staðfestir það sem ráðsályktun og sköpun Guðs. Tilvitnun lýkur. Lúther getur tæplega að tala skýrar. Hvað sem leið hugmyndum hans hinn almenna prestdóm sem stendur öllum skýrðum einstaklingum opinn, konum og körlum, börnum og fullorðnum, þá var það skoðun hans að hinn vígða þjónusta væri frátekin fyrir karla. Engu að síður átti hugmyndin prestdóm hinna trúuðu eftir að breyta miklu fyrir konur, allavega sumar konur. Þetta getum við meðal annars séð í viðbrögðum andstæðings Lúthers sem gerði sér grein fyrir þeirri hættu sem fylgdi því að þátttaka kvenna í hinum almenna prestdómi væri viðurkennd. Sá hét Jóhannes Koklaus. Koklaus þessi hafði miklar áhyggjur af því að þýðing Lúthers á Nýja testamentinu frá 1522 myndi gera jafnvel skósmiðum og konum kleift að lesa orð Guðs og öðlast þar með næga þekkingu til að rökræða við hámenntaða guðfræðinga. Að mati Koklausar var slíkt alls ekki æskilegt og ennþá síður kunni hann að meta hugmynd Lúthers prestdóm allra trúaðra sem gerði konum mögulegt að taka virkan þátt í starfi kirkjunnar. Í ævisögu Lúthers sem Koklaus skrifaði og kom út skömmu eftir dauða Lúthers segir meðal annars: Lúthersku konurnar gengu fram að þvílíkri ósvífni að þær jafnvel eignuðu sér réttinn til að kenna opinberlega í kirkjunni þrátt fyrir að Páll tali gegn því og banni það. Og ekki skorti þær stuðning frá lútherskum körlum sem sögðu að Páll neitaði konum réttinn til að kenna aðeins að því gefnu að ekki væri skortur á körlum sem vissu hvernig ætti að kenna og gætu gert það. En þar sem skortur væri á körlum eða þeir vanræktu kennsluna, þar mættu konur kenna. Og Lúther hafði sjálfur fyrir löngu kennt að konur væru einnig sannir kristnir prestar og það sem meira að sérhver skírður einstaklingur væri sannur páfi, biskup eða prestur, samkvæmt því sem stendur hjá Pétri postula, en þið eruð útvalin kynslóð konunglegu prestdómur, heilög þjóð og svo framvegis. Tilvitnun lýkur. Þrátt fyrir augljósa andúð Koklausar í garð Lúthers og siðbótar hans, þá má út frá þessum texta draga þá ályktun að hugmynd Lúthers prestdóm allra trúaðra hafi veitt konum eða að konur hafi í öllu falli vegna hennar tekið sér ákveðið frelsi til að kenna opinberlega í kirkjum. Þetta var auðvitað í andstöðu við viðtekinn skilning innan kirkjunnar sem bannaði konum að kenna og predika orð Guðs. Marie Wiesner skrifar þátttöku kvenna í siðbótinni á 16. öld grein sem hún nefnir Nuns, Wives and Mothers, Women and the Reformation in Germany. Þar segir Wiesner að konur hafi ekki aðeins verið hlutlausir viðtakendur þeirra hugmynda og breytinga sem siðbótinni fylgdu, heldur hafi þær brugðist við þeim með virkum hætti. Þannig hafi bæði giftar og ógiftar konur gjarnan öðlast kjark til að brjótast út úr viðteknum kynja hlutverkum
og innblásin af hugmyndum Lúthers prestdóm hinna trúuðu, skrifa Wiesner, byrjuðu konur og ómenntaðir karlar að predika og ögra trúarlegum yfirvöldum. Til að byrja með var þátttaka kvenna aðallega takmörkuð við lestur ritningarinnar og þátttöku í almennum safnaðarsöngum guðsþjónustu. Jafnvel þó að þátttöku kvenna hafi verið mætt með fyrirvara, til að byrja með þá náði hún smám saman fótfestu bæði í Wittenberg og Strassborg, en báðar borgirnar gegndu leiðandi hlutverki innan siðbótarhreyfingarinnar frá upphafi. Konur sem beittu sér í þágu siðbótarinnar urðu fyrir gagnrýni þeirra sem ekki gátu sætt sig við þátttöku kvenna í starfi kirkjunnar á opinberum vettvangi. Í sögubókum má greina tilraun til að þagga þessar konur niður, en þar sjaldan talað þátttöku þeirra í siðbótarhreyfingunni eða einstakar konur nefndar á nafn. Undantekning frá þeirri reglu að sjálfsögðu Katarína frá Bóra, en hún þar sem eiginkona Marteins Lúthers frekar en siðbótarkona. Dæmi konu sem hefur lítið farið fyrir í siðbótarsögunni Elisabeth Krüsiger, en hún vann sér það til frægðar að yrkja einn af fyrstu sálmónum í evangelísk lútherskri trúarhefð. Elisabeth var nunna sem yfirgaf klausturreglu sína fljótlega eftir 1520 og flýði til Wittenberg. Hún giftist vini Lúthers og nánum samstarfsmanni Kaspar Krüsiger árið 1524. Kaspar var prófessor við háskólann í Wittenberg og predikaði reglulega í Hallakirkjunni þar í borg. Krüsiger hjónin urðu síðar tengdaforeldrar hans, elsta sonar Katarínu og Marteins Lúthers. Sálmur Elisabetu Krüsiger. Herr Krist der einig Gottes Sohn var prentaður í fyrstu sálmabókinni sem kom út í hinum nýja sið. Þess má geta að sálmur Elisabetu var upphaflega þýddur á íslensku af Marteini Einarssyni biskupi og var í sálmabók hans sem kom út árið 1555. Þá var hann fyrsti sálmurinn í upprunalegri útgáfu Grallarans sem kom út árið 1589. Aldir var þessi sálmur oft eignaður öðrum, en síðan á 19. öld hefur Elisabeth almennt verið viðurkennd sem höfundur hans. Kirkjusagnfræðingurinn Mary Jane Heyming heldur því fram að saga þessa sálms endurspegli viðhorf til kvenna sem algeng voru innan siðbótarhreyfingarinnar frá upphafi. Hér vísar Heyming til þeirrar skoðunar sem útbreidd var innan siðbótarinnar, að breytt staða kvenna bæri vitni það að endatímar væri í nánd. Á meðan hin hefðbundna skoðun að konur ættu ekki að beita sér á hinu opinbera sviði var áfram ríkjandi. Tvær siðbótarkonur frá 16. öldinni eru öðrum fremur áberandi í hópi þeirra siðbótarkvenna sem nýlega hafa fengið uppreist æru. Þetta ræðst fyrst og fremst af þeim rituðu heimildum sem til eru eftir þær og þær. Önnur þeirra Katarína Schütz-Zell en hin Argula von Grumbach. Ég mun nú snúa mér að því að kynna þessa konu til leiks og þeirra merkilegu sögu. Fyrst Katarína Zell, sem var eiginkona Matthíasar Zell, sem var fyrsti siðbótarpresturinn í Strassborg. Katarína var meðal annars þekkt fyrir að skrifa rit til stuðnings hjónabandi presta sem kom út árið 1524. Í líkræðu sem hún flutti í jarðarför eiginmannsins líkt hún sér við Maríu Magdalenu, sem gerði ekki kröfu til þess að vera kölluð postuli, en fór engu síður til lærisveinanna til að flytja þeim fréttirnar af upprisu frelsarans. Katarína Zell tilheyrði fyrstu kynslóð fylgjenda og talsmanna siðbótarinnar. Hún mikilvægur fulltrúi þeirra kvenna sem fundu á eigin skinni fyrir áhrifum nýju guðfræðinnar. Katarína fyrst og fremst þekkt fyrir rit sín sem hafa nýlega verið gerð aðgengileg á prenti. Vegna þess hve mörg rit eru varðveitt eftir hana þá hefur hún verið kölluð, og ég cítera hér
Stjerne, the most published female lay theologian of the time. Að sögn af sögu Katarínu má glöggt sjá hversu mjög persónuleg reynsla mótar guðfræðilegt sjónarhorn hennar. Hún var eiginkona prests þegar prestum var meinað að ganga í hjónaband. Eftir að hafa orðið fyrir þeirri miklu sorg að missa 2 börn skömmu eftir fæðingu þeirra var Katarína barnlaus kona, þegar konum var ætlað að helga líf sitt heimilisstörfum og barnauppeldi. Katarína var fullviss að vera kölluð til að þjóna Guði á tímum þegar konur var meinaður aðgangur að hinni vígðu þjónustu. En engu að síður var hún virk í kirkjulegri þjónustu ásamt eiginmanni sínum og hélt því áfram eftir dauða hans. Hún var óhrædd við að fara ótroðnar slóðir og taka að sér hlutverk sem kynsystrum hennar hafði fram að þessu verið meinaður aðgangur að. Þess vegna var hún gagnrýnd fyrir að fara inn á svæði sem voru frátekin fyrir karla. Hún varði kröftulega rétt sinn til að þjóna Guði bæði í ræðu og riti og var óhrædd við að vitna í lykilatriði í guðfræði Lúthers máli sínu til stuðnings. Á meðal þessara atriða var hinn almenni prestdómur, hjónaband presta og guðfræði krossins. Það fer ekkert á milli mála að hugmynd Lúthers hinn almenna prestdóm hafði afgerandi áhrif á sjálfskilning Katarínu og möguleika hennar til að gegna kirkjulegri þjónustu, þó að henni stæði ekki prestsvígsla til boða. Þess vegna má halda því fram að siðbótin hafi haft afgerandi áhrif á líf hennar og hugmyndin prestdóm trúaðra hafi gefið henni mikilvægar guðfræðilegar forsendur til að túlka líf sitt og starf. Katarína var fædd og alin upp í Strasbourg aldamótin 1500. Hún var af borgaralegum ættum og fékk trúarlegt uppeldi og gekk í stúlknaskóla þar sem hún naut grunnmenntunar. 10 ára aldri ákvað hún að verða það sem hún sjálf kallaði kirkjumóðir. Það boðberi orðsins og þjónn kirkjunnar. Á meðan ungum konum var ætlað annaðhvort að ganga í hjónaband eða klaustur ákvað Katarína að gera hvorugt. Hún lærði listvefnað og undirbjó sig þannig undir að geta framfleytt sér ein og óstudd. Tvítugt varð hún fyrir sterkum áhrifum frá ritum Lúthers sem leiddi til þess að hún gekk til liðs við siðbót hans. Árið 1523 gekk Katarína í hjónaband með Matthíasi Zell sem var prestur við dómkirkjuna í Strasbourg. Á þessum tíma var hörð andstaða við hjúskap presta og í Strasbourg voru 7 prestar bannfærðir fyrir að ganga í hjónaband og var Matthías Zell einn þeirra. Katarína brást við þessari andstöðu með því að skrifa rit til varnar eiginmanni sínum og hjónabandi þeirra. Í ritinu færði Katarína sterk rök fyrir hjúskap presta og studdi mál sitt með tilvitnunum í Biblíuna. Katarína var ekki á því að hún eða kristnir einstaklingar yfirleitt ættu að þegja þegar ráðist væri á þau. Og hér tilvitnun í rit hennar. Þess vegna hef ég enga afsökun fyrir því að ég get ekki heldur samfært samvisku mína að þegja lengur þessar djöfulegu lygar sem hafa verið settar fram mig í ræðu og riti. Já, alveg eins og boðorðið að elska náungann gerir mér ókleift að komast hjá því að taka til hendinni í þágu náungans, þá get ég ekki afsakað mig af eftirfarandi ástæðu. Einmitt eins og það við hæfi og í raun hluti af því að vera kristinn að þjást. Þá það alls ekki við hæfi að hinn kristni þegi, því að með þögninni verið að viðurkenna að minnsta kosti að hluta til að lygin sé sönn. Í anda Lúthers studdi Katarína mál sitt með því að vitna í ritninguna. Engu að síður, einmitt eins og Lúther, þá leit hún ekki svo á að allir textar Biblíunnar hefðu sömu stöðu eða væru jafn mikilvægir. Þess vegna hikaði hún ekki við að svara tilvitnun í Biblíuna með annarri tilvitnun þegar hún svaraði andstæðingum sínum, eins og hér dæmi Þú bendir mér á orð Páls postula að konur skuli þegja í kirkjunni. Sömuleiðis vil ég benda þér á orð þessa sama postula þar sem hann segir að í Kristi
sé hvorki karl né kona en einnig á spádóm Jóels. Ég vil úthella anda mínum yfir allt hold og synir yðar og dætur munu spá. Ég ekki að þykjast vera Jóhannes skírari að snupra fariseana. Ég heldur ekki að halda því fram að ég sé Natan að skamma Davíð. Ég sækist einungis eftir að vera asna Bíleams að hirta eiganda sinn. Tilvitnun lýkur. Matthías og Katarína mótuðu líkt og Lúther og Katarína frá Bóra hugmyndir samtíma fólks sitt prestsheimilið. Þau opnuðu heimili sitt fyrir öllum þeim sem vildu þiggja þar húsaskjól, hvort sem það voru fátæklingar eða sjúkir, flóttafólk eða guðfræðingar á ferðalagi. Þau hýstu meðal annars Zwingli og Oklampadius á leið sinni til fundar við Lúther í Marburg, sem og Calvin og Schwenkenfeld og fleiri leiðtoga siðbótarinnar á ferðalögum þeirra. Þau hjón studdu hvort annað dyggilega í þjónustunni og var Matthías gagnrýndur af samtímamönnum sínum fyrir að vera undir hælnum á konu sinni. En Katarína var alla tíð ófeimin við að verja stöðu sín og réttindi til þess að þjóna með eða án eiginmanns síns. Hún var óhrædd við að nota óhefðbundnar aðferðir og prédikaði orð Guðs með orðum sínum og verkum. Sú staðreynd að Katarína var barnlaus gaf henni meiri tíma en konur yfirleitt höfðu til að þjóna kirkjunni og náunganum. Sú staðreynd að hún átti eiginmann sem var tilbúinn til að verja réttuna til að tala og starfa skipti miklu máli. Það kom vel í ljós eftir að hann var fallinn frá hversu mikilvægur hann hafði verið henni í raun og veru þegar andstæðingar hennar lögðu enn meiri kraft í að þagga niður í henni. Eins og Lúther lagði Katarína mikið upp úr mikilvægi reynslunnar af andlegum erfiðleikum, eitthvað sem Lúther kallaði Anfechtung á þýsku. Án slíkrar reynslu taldi Lúther að enginn gæti skilið heilagan anda, eðli trúarinnar eða kærleika Guðs. Í huggunarritum sínum lagði Katarína yfirlega áherslu á að jákvætt hlutverk mótlætis og erfiðleika. Þetta gerði hún til dæmis í bréfi sínu til kvennanna í Kensington, en eiginmönnum þeirra hafði verið meinað að snúa aftur heim vegna stuðnings þeirra við siðbótina. Og í bréfi sínu til þeirra segir Katarína meðal annars: Ef að ég hefði verið útvalin til að þjást eins og þið, þá teldi ég mig hamingjusamari heldur en öll yfirstétt Strasburgar á markaðnum með allar sínar hálsfestar og gullkeðjur. Hafið hugföst orð drottins hjá Jesaja spámanni: Getur kona gleymt brjóstbarni sínu, og jafnvel þó þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér ekki. Eru þessi orð ekki Guðs í gildi? Trú sem ekki hefur verið prófuð ekki trú. Tilvitnun lýkur. Þó að Katarína gerði ekki tilkall til predikunarstólsins, taldi hún það ekki utan síns verkarhings að taka þátt í útleggingu orðsins, að minnsta kosti ekki þegar það var gert á sviði sálgæslu. Árið 1558 skrifaði Katarína huggunarrit fyrir vin sinn sem þjáðist af holdsveiki. Þar meðal annars að finna útleggingu á faðirvorinu sem byrjar svona: Faðir vor, þú sem ert á himnum. Hann ekki kallaður drottinn eða dómari, heldur faðir. Og þar sem við erum endurfædd fyrir son hans, þá getum við einnig kallað hann afa. Að sama skapi má líkja honum við móður sem þekkir fæðingarhríðir af eigin raun, sem og gleðina sem fylgir því að hafa barn á brjósti. Tilvitnun lýkur. Með því að líkja sjálfri sér við Maríu Magdalenu, sem gerði ekki tilkall til að vera kölluð postuli en fór engu að síður til æru sinnan og sagði þeim að hún hefði hitt hinn uppreisna, gefur Katarína til kynna að það sem hún gerði og sagði skipti hana meira máli en opinber embætti. Katarína var sannfærð að hún væri kölluð til að flytja fagnaðarerindið áfram og þess vegna sá hún það ekki sem val að þegja eða halda að sér höndum þegar einhver þurfti á hjálp hennar að halda. Hún var virt fyrir þjónustu sína meðal sjúkra og þurfandi, en var gagnrýnd fyrir að ryðjast inn á svæði sem voru frátekin fyrir karla. Sem guðfræðingur var Katarína mótuð af reynslu sinni sem einkenndist
af mótlæti og erfiðleikum. Á meðan þessi reynsla setti svip sinn á guðfræðileg rit hennar þá var það hugmyndin hinn almenna prestdóm sem gaf henni fast land undir fótum og kjark til að svara þeim sem vildu þagga niður í henni. Jafnvel þó að andstæðingar hennar reyndu hvað þeir gátu til að takmarka áhrif hennar, þá gefa rit hennar til kynna að þeir höfðu ekki erindi sem erfiði. Argula von Grumbach annað dæmi konu sem tók virkan þátt í útbreiðslu siðbótarinnar á 16. öldinni og lítið hefur borið á í siðbótasögunni fram að þessu. Hún talin vera fyrsta konan úr hópi fylgjenda hins nýja siðar til að nýta sér prentlistina í þeim tilgangi að koma skoðunum sínum á framfæri. Rit hennar sem og aðrar heimildir hana benda til þess að hér hafi verið á ferðinni kona sem var full af spámannlegum eldmóði en mætti mikilli andstöðu og margir hefðu án efa kosið að þagga niður í. Argula von Grumbach var af aðalsætt en fjölskylda hennar hafnaði henni eftir að hún gekk til liðs við Lúther og siðbót hans. Hún var gift og 4 barna móðir en eiginmaður hennar missti opinbert embætti sitt vegna trúarafstöðu hennar en sjálfur hafnaði hann hinum nýja sið. Það þótti sem sé eðlilegt að láta refsinguna koma niður á eiginmanninum en hans hlutverk var síðan að refsa henni á viðeigandi hátt. Það er ýmislegt sem bendir til þess að Argula hafi búið við mjög erfiðar heimilisaðstæður og ekki ólíklegt að eiginmaður hennar hafi beitt hana líkamlegu ofbeldi. Argula varð ekkja árið 1530 en heimildir gefa til kynna að jafnvel fyrir fráfall eiginmanns hennar hafi hún borið hitann og þungan af uppeldi barnanna og einnig öllu því sem sneri á fjármálum og viðskiptalegum hagsmunum fjölskyldunar. Hugsanlegt að þröngur fjárhagur hafi átt sinn þátt í því að Argula hvarf að mestu leyti af sjónarsviðinu upp úr 1530. Argula þekkti Lúther persónulega og vitað að þau áttu í bréfaskriftum en því miður hafa bréfin ekki varðveist. Aftur á móti eru þekkt bréf sem Lúther skrifaði til varnar Argulu og sömuleiðis hún honum. Heimildir eru til það að Argula hafi beitt sér fyrir því að koma á sáttafundi á milli Lúthers og Zwingli kvöldmáltíðarsakramentið árið 1530 en án árangurs. Þá er vitað að Argula heimsótti Lúther á meðan á dvöl hans í Coburg-kastala stóð árið 1530. Á sama tíma og Melanchthon, náinn vinur og samstarfsmaður Lúthers, fór á fund keisarans til þess að kynna honum innihald Augsburgarjátningarinnar í þeim tilgangi að ná sáttum við Rómarkirkjuna. Það sem vekur hvað mesta athygli í þeim bréfum Argula sem eru varðveitt er víðtæk þekking hennar á ritningunni. Ekki ljóst hvort hún fékk tækifæri til að ganga í skóla, en einhverja menntun hefur hún greinilega fengið og hún hefur haft aðgang að bókum til að lesa. Þegar Argula var 10 ára gaf faðir hennar henni Biblíu sem hún las alla ævi og skýrir það biblíuþekkingu hennar. Hún kunni aftur á móti ekki latínu, eitthvað sem hún var gagnrýnd fyrir af fræðimönnum sem hún átti í rítilum við. Argula neitaði aftur á móti að láta það stoppa sig frá því að svara þeim sem voru betur menntaðir en hún. Hún hikaði ekki við að svara andstæðingu sínum fullum hálsi eins og sést í þessum orðum hennar. Ég kann ekki latínu, en þeir kunni þýsku, tungumál sem þeir eru aldir uppi. Það sem ég hef skrifað ykkur er ekkert kerlingavæl, heldur orð Guðs sem ég skrifa sem meðlimur kristinnar kirkju og hlið helvítis fá ekki staðist. Tilvitnun lýkur. Argula varði rétt sinn til þess að tala og skrifa með tilvitnunum í ritninguna og dæmum af konum sem gegna þar mikilvægu hlutverki og þeim vitnisburði guðspjallanna að Kristur predikaði líka fyrir konum eins og í tilviki Maríu Magdalenu og konunnar við brunninn. Þann kjark
sem þær stöllur Katharina Zell og Argula von Grumbach sýndu andspænis veraldlegum og andlegum yfirvöldum má að einhverju leyti rekja til kenningar Lúthers hinn almenna prestdóm, sem þær hikuðu ekki við að bera fyrir sig þegar saumað var að þeim. Þó að þeim væri áfram meinaður aðgangur að henni vígðu þjónustu kirkjunnar stigu þær fram í krafti skírnarinnar sem veitti þeim þennan aðgang að prestdómi hinna trúuðu. Að þessu leyti var guðfræðileg nálgun þeirra og þáttaka í þjónustunni í hinu opinbera rými vísir á því sem koma skyldi þegar konur þurftu ekki lengur að sætta sig við takmarkaða þátttöku í kirkjulegri þjónustu, heldur fengu loks fullan aðgang að henni til jafns við karla. Með því að ítreka þátttöku kvenna í hinum almenna prestdómi allra skírðra viðurkenndi Lúther jafna stöðu kvenna og karla frammi fyrir Guði. En þrátt fyrir það var hann ekki tilbúinn til þess að opna konum aðgang að hinni vígðu prestþjónustu. Hann virðist þvert á móti ekki hafa séð neina mótsögn í því að viðurkenna hlutdeild kvenna í hinum almenna prestdómi og neita þeim að gegna vígðri prestþjónustu. Af þeim sökum saga kvenna eins og Katharínu Zell og Argula von Grumbach frekar vísbendingum þá möguleika sem siðbótar konur 16. aldarinnar höfðu almennt átt að hafa, frekar en það sem varð. Þegar Lúther talaði hinn almenna prestdóm, þá vitnaði hann gjarnan í orð drottins hjá Jóel spámanni hina síðustu tíma þar sem segir meðal annars: Síðar mun ég úthella anda mínum yfir alla menn, synir yðar og dætur munu spá, gamalmenni yðar mun dreyma drauma og ungmenni yðar munu fá vitranir. Jafnvel yfir þræla og ambáttir mun ég úthella anda mínum á þeim dögum. Tilvitnun lýkur. Á mati Lúthers bar hinn almenni prestdómur vitni að hinir síðustu tímar væru runnir upp. Afstaða hans til prestsvígslu kvenna bendir aftur á móti til þess að konur hafi áfram verið þrælar hugmynda feðraveldisins frelsi kvenna. Róttæk hugmynd Lúthers að skírnin væri hin sanna prestsvígsla allra trúara var því aðeins að hluta til in re eða hér og nú, en sannarlega in spe sem forsmekkurinn af því sem koma skyldi.